Þá koma fjórða lið, það gisting á íbúðasvæðum, rammaskipulag til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Á fundi skipulagsráðs var lögð fram að lokinni kynningu samkvæmt 2. málsgrein 30. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010 tillaga að breytingu á aðalskipulagi 2018-2030. Þessi breytingu á stefnu varðandi heimildir fyrir rekstrarleyfisskylda gististarfsemi á íbúðasvæðum. Engar athugasemdir bárust á kynningartímanum en langar mig með leyfi forseta aðeins að renna yfir þetta. En aðalskipulag Akureyrar 2018-2030 var samþykkt í bæjarstjórn í byrjun mars 2018. Það tók gildi miðjan maí sama ár og í samþykktu aðalskipulagi kemur fram að rekstrarleyfisskyld gististarfsemi sé ekki heimil á íbúðasvæðum nema kveðið væri sérstaklega það í aðalskipulagi einstakra reita. Aðalskipulag var auglýst með þessu ákvæði og á kynningartímanum bárust nokkrar athugasemdir þar sem þessu var mótmælt. Það var tekið tillit til þessara athugasemda og fyrsta skref í þeirri vinnu var í byrjun árs 2019. Þá var samþykkt minni háttar breytinga á ákvæði með rekstrarleyfisskylda starfsemi þar sem heimilað var að endurnýja leyfi fyrir skammtíma leigu í húsnæði á íbúðasvæðum til samræmis við áður útgefin leyfi. Með fyrirvar að umfangsstarfsemina myndi ekki breytast. Síðan var haldið áfram að vinna með þetta og lögð fram breyting á aðalskipulagi núna. Þar sem markmið breytingarinnar að útvíkka stefnumörkun gististarfsemi og gera mögulegt að sækja leyfi fyrir rekstrarleyfisskylda gististarfsemi á íbúðasvæðum að uppfylltum vissum skilyrðum. Það að ræða 5 atriði sem þarf að uppfylla en þessi heimild á eingöngu við minni gistiheimili og íbúðir. Gististarfsemi má ekki hafa neikvæð áhrif á nánasta umhverfi í för með sér, til dæmis í formi ónæðis eða hávaða. Það ekki heimilt að vera með rekstrarleyfisskylda gististarfsemi í fjölbýlishúsum nema sami aðili sé eigandi að öllum íbúðunum eða fyrirliggur samþykki allra eiganda hússins. Gististarfsemina má ekki valda skort á bílastæðum í hverfinu og því þurfa bílastæði innan lóðar að vera í samræmi við fjölda gesta. Umsókn rekstrarleyfisskylda gististarfsemi skal einnig leggja fyrir skipulagsráð Akureyrarbæjar sem metur hvort hún samræmist ofangreind skilyrði. En einnig metur ráðið hvort gera þurfi breytingar á deiliskipulagi viðkomandi svæðis. En skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að aðalskipulagsbreytingi verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 31. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010 og felur skipulagssviðið að senda breytinguna til athugunar skipulagsstofnunar. Takk. Það bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara segja að mér finnst þetta bara mjög fínt og mjög góð og þessi skilyrði þrengja þetta mjög að þessari starfsemi eins og í raun og veru nauðsynlegt en ég fór svona að hugsa einhvern veginn held ég að við látum okkur öll dreyma að hér á flugvellinum okkar lendi 2 eða fleiri flugvélar á dag frá heimsborgum í áætlunarflugi og mér finnst einhvern veginn eins og við hefðum átt að hugsa eins stærra í þessari breytingu og svona þegar ég hugsa með mér hvað gerist ef við erum komið með 2 eða fleiri flug á dag og orðin stórborgin sem við viljum vera og þá auðvitað eykst gríðarlega straumur ferðafólks á eigin vegum sem auðvitað mjög líklegt til þess að vilja gista í svona Airbnb og svona því sem að þessi ætlað að taka á og þá hef ég alveg áhyggjur af því að eins og við höfum séð gerast eins og ég að tala í pontinu áður eins og við höfum séð gerast í Reykjavík að það sé svona ákveðin hverfi sem að kannski verði svolítið undirlögð af þessari starfsemi og ég hefði viljað setja einhvers konar hámark á þetta þannig að það sé bara að við séum ekki að missa því mér finnst jú, við vitum alveg eins og þetta í dag þá eru svona að hægt að
styðjast við takmörkun á bílastæðum sem rökstunning gegn því að veita öll þau leyfi sem sótt verður en mér finnst það svona eitthvað pínu veikt og ég hefði vilja hafa þetta skýrari línur. Þar segir við verðum að hugsa á meiri metnaði og lengra til framtíðar og verðum að bara skýra línur að það sé svona eitthvað hámark á þessu. Ég vildi nú bara, ég ætla samt, held ég nú alveg að samþykja þetta því mér finnst þetta ágæti skref en ég vill samt bara benda á þetta og kannski bara að meirihlutin fari kannski strax að svona íhuga þetta. Leggist það svolítið felld að þegar orðið allt og seint sko, þegar við erum komin lengra í baráttuna okkar flugsamgöngur að þú veist, að fara eitthvað að pæla í þessu. Þannig að og það tekur alltaf tíma eins og við vitum. Þannig að ég svona skora á okkur að hugsa þetta aðeins til lengri framtíðar. Takk. Og bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir loki máli sínu. Orðið er laust. Sem fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs þess að geta samþykkt að aðskipulagsbreytingi verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 31. grein skipulagslaga númer 123/2010 og jafnframt falið skipulagssviði að senda breytingarnar til athugunar skipulagsstofnunar gefur merki. Það er 11. Takk fyrir það.